Vilhjálmur Þorsteinsson, næstur. Já, formaður og góðir ráðsfélagar. Þetta eiginlega tvískipt mál, annars vegar bara framsetningin á því sem við erum að gera á vefnum, sem að getur verið með ýmsum hætti og við höfum bara að hafa sem skýrasta og sjálfsögðu til dæmis þannig að fólk eigi auðvelt með að sjá núverandi stjórnarskrá til hliðar við það sem við erum að kokka hverju sinni og við erum að keppa því að það verði svona, sem aðgengilegast og skýrast. Hins vegar erum við að tala þá efnisatriði, þar að segja hvaða meginskjal það sem að við notum sem byrjun í fyrsta áfangaskjalið og raun og veru viðfang nefndastarfsins frá upphafi. Og hugmyndin í starfsreglunum eiginlega svo að það sé það eitt meginskjal eða ein meginlína og svo eru valkostir við þetta meginskjal. Og nefndirnar eru alltaf að vinna með meginskjalið og síðan eftir atvikum valkostina og þær geta tekið burt valkostið að bætt við eða eftir hendinni. Þannig að ég held að það hafi raun og veru allir rétt fyrir sér í þessu, þar að segja að það alveg rétt hjá Pavel að það ekkert sem varnar því í reglunum og raun og veru getur verið bara skynsamleg byrjun að núverandi stjórnarskrá sé alltaf inni sem valkostur í hverjum lið en þá að meginskjalið sem slíkt sé efnisyfirlit eða öfugt ef við viljum það frekar að megintextinn teljast vera núverandi stjórnarskrá en valkosturinn sé tómir paragrafar. En ég held samt að við þurfum hugsanlega að taka afstöðu til þess hvort megintextinn til að byrja með, aðaltextinn og hvort valkostur. Við erum eiginlega ekki, hugmyndin í starfsreglunum ekki svo að það séu bara tveir valkostir og engin megintexti. En auðvitað það síðan þannig að nefndirnar geta tekist á við þetta og þær byrja strax í sínum störfum að vinna með þennan leið, svo má segja, og þær geta, eins og segja, breytt texta bætt við valkostum eða tekið út. Og svo vildi ég almennt segja bara í þessu nefndastarfi sem fer í hönd og starfinu við áfangaskjalið, þá eigum við ekki vera hrædd við að gera breytingar á áfangaskjalinu, þess vegna dálítið svona djarfar og róttækar og leyfa því svolítið að spila fram og tilbaka. Það gefur þjóðinni möguleika á að sjá mismunandi varianta og gefa athugasemdir á það og við höfum, eins og segja, ekkert verið feimin við það að breyta aftur einhverju sem við höfum þó fyrir sett fram.